Lögreglumennirnir Daði Þorkelsson og Guðmundur Sigurðsson eru helstu hlaupagikkir lögreglunar á Suðurnesjum. Þeir hafa einnig farið fyrir kyndilhlaupi lögreglumanna á Íslandi í tengslum við Íslandsleika Special Olympics. Lögreglumenn og konur allan heim hafa svo tekið þátt í því að hlaupa með logandi kyndil að keppnistöðum þar sem eldur leika Special Olympics kveiktur. Markmið kyndilhlaupsins að vekja athygli á leikum samtakanna. Þeir Daði og Guðmundur eru nú á leið erlendis þar sem þeir munu hlaupa með lögreglukyndilinn. Við förum til Austurríkis í næsta mánuði, mars, og verðum þar á vegum Law Enforcement Torch Run, skammstað LETR, sem eru alþjóðasamtök lögreglumanna til styrktar og stuðnings Special Olympics, og munum taka þar þátt í kyndilhlaupi leikana, sem sagt hlaupa með eldleikana í 12-13 daga og sem enda því að við munum bera kyndilinn inn á opnunhátíðina þar sem hann verður notað til að tendra eldleikana. Þeir eru búin að vera að safna peningum. Til hvers eru þessi peningar? Ja, þeir fara beint til Special Olympics og nýtast vel til góðra verka þar. Á svona leikum þá og einnig svona hlaupi þá er mörgum boðið til leiks sem hafa kannski ekki ráð á því. Þarna úti verðum við í 10 liðum lögreglumennirnir og í hverju liði keppandi með okkur. Þeir þurfa ekki að standa straum af neinum kostnaði við það. Þetta fer til dæmis í slíka hluti. Og þá líka ánægjulegt að helmingur af þessu kemur hérna eyrnabeltur Special Olympics á Íslandi. Þið eru að taka þátt í heilmikilli matarhátíð svona í tilefni af þessari söfnun. Hvað í andskotan verið að fara að gera hérna í dag? Já, þeir segja okkur að þetta sé hátíðamatur frá Svíþjóð og ég hef ekkert séð neitt sem rengir það, þannig að mér hlakkar bara til. Nei, já, ég meina að þetta borðað í Svíþjóð, þannig að ykkur staðar þar allavega að þá þetta herramannsmatur og ég allavega kýs að líta á það þannig. Þetta þorrablót í dós? Já, svona sænskt þorrablót. Já, ég veit það ekki. Hvernig þetta bragðast, það verður bara komið ljós. Hvernig leggst þetta í ykkur að fara að smakka þetta? Hver er svona tilfinningin í maganum svona áður en að þið bragðið á surströmming? Ég er góður. Já, ég fekk mér kjúkling í hádeginu og ég veit ekki, ef hann skila sér að þá svona, kannski sjáðu kjúklingin í mér. Já, ég er búinn að borða vel og allavega að reyna að borða vel á eftir. Snapchat-kóngar Suðurnesja, þeir Gæi og Balli hjá bílaleigunni Blue Car Rental, lögðust á árarnar með lögreglunni þegar kom að því að safna peningum fyrir Special Olympics. Þeir fóru mikinn á snappinu og heimsóttu fjölda fyrirtækja til að fá áheiti pott sem greiddur í söfnun lögreglunar ef lögreglumennirnir Guðmundur og Daði myndu gæða sér á sænskri surströmming. Það síldaréttur sem við fengið að gerjast á tunnum í nokkra mánuði áður en síldinni pakkaði niðursögudósir, þar sem hún heldur áfram gerjuninni. Svo þegar dósin opnuð, já þá gís upp verulega slæm lykt og bragðið mun vera á sömu nótum. Hvernig fenguð þið lögregluna í þetta rugl? Þeir bara bankuðu upp á og spurðu okkur hvort það væri til að leggja þessi lið. Og við viljum láta gott á okkur leiða og sló bara til og tókum þátt og lögðum að stað með þetta og bara búið að ganga ógeðslega vel. Hvað eru þið búin að gera? Er þið búin að vera að fara í fyrirtæki og snúa upp á fjármálastjóra? Nei, bara að fara í vitjanir og bara heimsótt svona það sem við þekkjum til og það bara gengið eins og í sögu. Allir vilja leggja þessi lið og bara allir lagt sitt af mörkum og bara búið að ganga súper vel. Og ykkur lagði til niðursögudós með síld? Já, það var þessi. Við listum það lit. Þetta skemmtilegt. Fylgir ykkur peningum með þessari dós? Þeir ná að kyngja ykkur þessu? Það veltur á árangrunum í kvöld. Já, ok. Það fer að líða þessu, en sumir segja að ég hafi, að því að áskorinn átti að vera allt öðruvísi, snerist svona í hendunum á hann og sumir segja að ég hafi svona tekið eitt sigurvald á þetta. Já, ég meina, menn drullar bara baka, maður verður að menna að standa það sem ég segja. Það er ekki öðruvísi. Þú verður að éta þessa dós. En sjáum hvernig lögreglumönnunum hjá lögreglunum á Suðurnesjum gekk að borða síldina. Og í matur? Það er svolítið mikilvægt að grípa andan, sko. Það er bara Hvernig þetta svo matur?
Herðu, ég búinn að leggja mikið metnaði að koma þessu fiskina. Ok. Þetta verið búið í yfir í allan dag. Jæja. Geymdi þetta á ofni fyrir þig. Soðið. Já, soðið. Í dósinni bara. Já. Svona sérstök aðferð sem ég... Það er líkt af þessu. Veistu það? Örlítið svona keimur að þessu. Já, vil ég grípa andan? Já. Ég held að þú þurfir ekki að koma með það nær, sko. Nei. Ég var að vona það. Skara mér, þetta er nú ekki beinliðis takk. Það er engu líkt. Það er ekki að segja að það skil. Þykja vel og njóta þess. Ég veit að það er harður bara. Þetta er ekki besta sem ekki alveg fljúfengt. Það er að vera ánægð með okkur stíða búið núna maður. Ég er ekki alveg vissum að ég er pappa kannski. Nei, franska núna. Þetta er bara baby. Þetta er Þið stóðust þessa áskorun? Já, má segja það. Þetta var lyktaði hræðilega, en þetta bragðaði skelfilega, sko. Það geti sagt þér maður. Ertu sammála því? Já, þetta var ekki gott. En strákarnir, þeir fengu hjálpið að leggja 500.000 undir. Þannig að það var að duga að drepast fyrir góða málstað. Þið tóku svolítið segvaldan á þetta, bara letuð vaða í þetta, bara blind. Já, ég held að það hefði verið verra að bíða. Ég myndi ekkert vilja vera lengi að hugsa þetta. Það var annarkvort eða. Er svo aftur á morgun eða? Í þessu standi? Nei, ég held að það hafi verið bara fresta því eitthvað allavega. Þetta er ekki svona einu sinni smakkað þið getið ekki hætt? Nei, þetta er einu sinni smakkað og getum alveg hætt. Já, eða aldrei aftur. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum.